Þegar við vorum 10 ára, ég var bara alltaf leikari að því. Áður en að kona kemur upp, þá langar mig að segja nokkur orð. Og hann var að tala um það þegar við vorum 10 ára. Og mig langar til að gera það, og þegar maður er svona gamall kall eins og hann, við erum gamlir, að þá er hægt að tala um ýmislegt. Þá er það leyfilegt, við erum það gamlir. Við töluðum mikið saman um Guð. Kitty átti alveg yndislega foreldra, alveg sérlega góða foreldra sem elskuðu drottinn og voru að þjóna honum. Foreldrar mínir elskuðu drottinn og voru að þjóna honum og fjölskyldun okkar voru vinir og samstarfsfólk. Svo ég var að sjá til dæmis mynd á netinu þar sem að pappans Kidda og pappi minn voru að vinna í grunni sem var tekin fyrir stærstu kirkjuna Philadelphia í Reykjavík. Og það eru mörg ár síðan. Og einu sinni kemur Kitty til mín. Ég segi, Kitty, ertu kallaði Kitty hérna? Er hann kallaði Kristinn? Hann er Kristinn, já. Og hann segir, Hinrik, ég ætla að taka skírn. Komdu, vertu með, taktu skírn eins og ég. Og ég fer heim til mömmu og segir, mamma, Kitty ætlar að taka skírn, má ég taka skírn? Þá er mamma svo alvarlega og lítur á mig og segir, Hinrik minn, ætlar þú að taka skírn af því að Kitty tekur skírn? Já, sagði ég. Maður tekur ekki skírn af því að einhver annar ætlar að taka skírn. Það verður eitthvað að hafa gerst hérna inn í hjartanu þínu til þess að þú taki skírn. Og ég vissi alveg að mamma var að segja satt. Svo ég hætti að biðja það að fá að taka skírn. Svo Kitty var á undan mér að taka skírn. Hann sigraði þar eins og í mörgu. Stuttu seinna, ári síðar, þá er ég á unglingamóti í kirkjulega koti í Fljótshlíð. Nú veit ég ekki hvað þið þekkið, elsku vinir sem eru hérna inni. Því að sum ykkar eru útlendingar og í þessum heimi erum við ekkert útlendingar. Við erum Guðs börn. Þannig að við skulum ekki hafa okkur þannig að við séum útlendingar og heimamenn. Við erum öll heimamenn. En þið þekkið ekki eins aðstæður eða staðhætti eins og við hinn að þið eru nýkomin á svæðið. Nema það var unglingamót. Á þessu unglingamóti það var talað um Jesú. Og það er bara grunnurinn hjá okkur, þetta lifandi samband við frelsana Jesú. Og þarna er verið að tala um Jesú og við sitjum við langt borð og sá sem var að kenna við endan á borðinu og hann segir allt í einu, er það einhver hér inni sem vil gefa Jesú hjarta sitt? Við skildum það, hvað hann var að tala um, gefa Jesú hjarta sitt, gefa Jesú líf sitt. Og ég er 12 ára gamall, 11 og hálf, kvart eitthvað svona, já. Og ég rétti upp hendurinn og segi, ég vil gefa Jesú hjarta mitt. Auðvitað vissi ég sannleikann um Jesú, mamma var að tala um Jesú, mamma var að biðja til Jesú, pappi var að þjóna Jesú. Þetta var allt á mínu heimili, það var bylting á mínu heimili þegar pappi gaf lífsitt Jesú. Það var svoleiðis bylting að mamma eignaðist nýjan mann, ég eignaðist nýjan pappa, allt var nýtt. Það breytti algjörlega innra og svo út þegar Jesús kom inn. Og ég vissi að allt þetta var sannleikur, en ég hefði ekki tekið á móti því. Það var ekki persónlegt fyrir mig. Ég varð að gera það persónlegt fyrir mig. Það var ekki nóg að pappa og mamma og vini mínu, jafnvel Kitty sem var, já, góð strákur. Já, vanlega. Svo á þessar stundu þá rétti upp höndina og hjarta mitt var algjörlega með því sem ég var að segja. Ég vil gefa Jesú hjarta mitt. Og það var beðið og það var held ég einn eða annar á þessari stund sem að líka rétti upp höndina. Kona mín, hún var þarna, auðvitað var hún ekki kona mín þá. Já, segi nú ekki meira það getið mér. Og við vorum bara 10 ára börn, 11 ára og hálfs árs börn.
En þarna gerðist nýtt í mínu lífi. Og það gerðist svo algjörlega að þegar ég fór út af þessu húsnæði sem við vorum í, að þá fannst mér allt vera breytt. Hvernig stóð á ég hef ekki tekið eftir í að garðurinn þarna fyrir utan, hann var svo fallegur. Ég hef aldrei séð hann svona fallegan. Og fólkið, það var svo gott og skemmtilegt allt í kringum mig. Það kom nýtt hérna inn. Eftir þetta elskaði ég að lesa Biblíuna. Ég elskaði að fá að vita meir Jesú, sem bylti pappa, bylti mömmu, bylti ömmu, bylti afa. Það sögur út af fyrir sig sem við höfum ekki tíma til að fara í. Endalausar, skemmtilega sögur. Kiddi minn, hann fór frá Guði síðar. Og ég veit að foreldrar hans grétu og báðu mikið fyrir honum. Ég heimsótti hann átti svakalega flottan amerískan bíl. Þegar maður settist upp í hann og sökk maður niður í sætið og þegar hann gaf pinnan í botn, þá bara var hann maður þarna eftir og hann þaut áfram, Hann var töffari. Hann var rosalega töffari, hann Kiddi. Ameríska kaka. En það var tómt hérna inni, hann vissi það. Einn daginn þá kom hann aftur. Og síðan þá hefur hann verið stolpi. Guð hefur verið númer 1 í hans lífi. Og ég svo ánægður að eiga Kidda minn. Þennan mann sem elskar Jesú og veit það sem skiptir máli í dag að lifa fyrir hann og segja öðrum frá. Við höfum marga reynslu núna, ef við leiðum í pott, ég og Kiddi, nú í Afríku og nú ætla kona mín að taka við, því að ef ég byrja þá enda ég aldrei. Ég var hér mjög oft fyrir 50 árum síðan, 50 pluss mínus. Þannig það langt síðan. Síðan hef ég örsjaldan komið, þannig það svo gaman að sjá svona margt nýtt fólk í kirkjunni. En saga okkar hjóna svo að við höfum verið forstöðuhjón í Stykkishólmi og í Kirkjulækjarkoti gegnum árin og síðan var það fyrir 9 árum að við fengum tækifæri til að fara sem trúboðar eða sem starfsmenn ABC hjálparstarfs til Burkina Faso. Þessi ABC barnahjálp voru stofnuð hér á Íslandi en starfa í nokkrum Afríkuríkjum og við vorum beðin að fara að stofna skóla fyrir mjög fátæk börn í þessu landi. Þegar ég var lítið stelpa, einmitt á Akureyri, þar sem við Kiddi bjuggum, þá fór ég á samkomu á Kristinboðssambandinu einu sinni og fékk að sjá myndir af börnum frá Afríku og þá fékk ég þessa ofboðslega löngu til að hjálpa börnum í Afríku fara sjálf þangað einhvern tímann. Þessi þrá blundaði alltaf með mér í gegnum árin en svo þarna fyrir 9 árum síðan þá gaf Guð tækifæri, þá var komið að því. Þannig við fórum út og við settum upp skóla, byrjuðum með 100 börn, byrjuðum algjörlega frá grunni en núna í síðasta vetur þá voru 520 börn í skólanum. Næsta ára ætlum við að reyna að bæta við það bil 100 börnum og við hefðum ABC skaffaði bara eina byggingu, 1,5 byggingu. Það var ekkert á skólalóðinu þegar við fengum hana. En núna höfum við hús fyrir barnaskóla, við höfum heilsugæslu, litla heilsugæslustöð, við höfum matsal sem líka kirkja, við höfum svona ýmsar geymslur, klósettblokkir og við höfum múr í kringu skólan og við erum að byggja risastórt hús núna sem við erum að klára. Þetta á þessu ári 3 hæða hús fyrir framhaldsskóla fyrir elstu krakkana. Og þetta hefur Guð allt séð Hann hefur fjármagnað þessar byggingar og þannig Guð. En börnin
eða skólinn er rekinn fyrir fjármagn sem kemur frá stuðningsaðilum. Á Íslandi það er fólk sem tekur að sér barn og gerir stuðningsforeldri og borgar smá peninga á hverju mánuði og fyrir það rekur við skólan. Þetta er sem sagt skólastarfi, við ætlum að sýna ykkur myndir af þessu, ég ætla bara aðeins að kynna fyrir ykkur þannig að skilji betur hvað er að ræða. Og síðan erum við störfum með hjálparsamtökum í Englandi sem flytja gáma með alls konar tækjum og tólum fyrir sjúkrahús og fyrir skólan hjá okkur. Við sjáum að dreifa þessu og njótum góðs af fyrir skólan. Og þetta við höfum fengið marga gáma. Svo hefur Guð opnað fyrir yndislegt trúboðsstarf sem er okkar hjartans mál. Og það eru bara nokkrir einstaklingar á Íslandi sem hafa styrkt þetta starf. En fyrir bragðið þá getum við veitt forstöðumönnum sem eru að byrja að stofna kirkjur, hafa verið að ströggla kannski nokkur ár með pínulitla kirkju, engin laun og enga innkomu og verið á mjög erfiðum stöðum. Við getum látið þá fá 5.000 krónur íslenskar á mánuði í 2 ár og þannig geta þeir svona það er smá stuðningu við bakið á þeim til þess að byggja upp starfið og komast áfram. Við líka erum með svæðistjóra, við erum það byrjum 60 forstöðumenn núna sem hafa fengið þessa hjálp og við erum með svæðistjóra á nokkur stöðum og þeir fá svona farartæki, það er 3 hjól, eiginlega mótorhjól með palli aftana og allar græjur til að hafa útisamkomur. Og þeir standa saman og hjálpa hver öðrum við þetta og hafa samkomur alltaf á meðan að þurrkatíminn svona hálft árið. Þá geta þeir farið í þorp og haft útisamkomur í myrkrinu og fólk læðist í myrkrinu og kemur og hlustar á Guðs orð. Og það eru margir sem hafa tekið á móti Jesú, það eru nokkur þúsund núna sem hafa takið á móti Jesú í sambandi við þetta starf. Í sambandi við skólan, þetta hefur gengið á ýmsu, oft þetta rosalegar áskoranir og erfitt, en oftast þetta bara yndislegt að fá að taka þátt í þessu. Þegar við vorum búin að vera þarna cirka 3 ár, þá hafði verið mótlætið. Það var ein persón úti sem var svolítið erfið, sérstaklega við mig, og ég var svona stundum hálf grátandi undan henni og einn daginn þegar ég fekk mig síðustu eða svona blund eftir hádegi þá segi ég svona við Guð, er þetta kannski bara búið, er þetta síðasta skipti sem ég verð hérna eða hvernig verður þetta eiginlega? Þá bara allt í einu þar sem ég ligg í rúminu þá sé ég með mínum augum að hliðið á lóðinu sem við byggum í það opnast brúnt hlið á múrnum og inn koma svona 3-4 krakkar, strákar úr skólanum, brosandi og glaðir og ég heyri söng í krökkum þannig ég fer út af hliðinu og kíkju út fyrir múrin og þá það bara löng runa af börnum, skólabörnunum í rauðu skólabúningunum sínum sem voru þá og þá leið vissi ég að við áttum að vera áfram. Að þetta var að Guði gefið þetta starf og við áttum að vera áfram. Og núna, 6 ára síðar, þá eru mörg börn búin að taka móti Jesú. Þetta er kristinn skóli en flest börn koma frá múslima heimilum, svona 80%. Þannig að þau eru að meðtaka það sem að Guð hafði ákveðið þegar ég var lítið stelpa og við vorum lítið börn. Þannig að mörg þessara barna sem að vilja ganga Guðs veg, þau mæta mótlæti heima, foreldrarnir vilja það ekki. Þannig að við erum að reyna að finna leið til að fá að uppfræða þau, hjálpa þeim að halda áfram sem kristnir einstaklingar, þannig að þau geti verið það í gegnum lífið. Sumir fá að taka stýrn, sumir fá að ganga Guðs veg. Þannig að þegar að Guð ákveður eitthvað á himninum, setur það í hjörtun á okkur, þá hefur hann tilgang með því. Og þó að það sé erfiðleikar á leiðinni, þá bara reddar hann því og sér það. Og mitt í öllum áskorunum þá er yndisleg gleði að fá að þjóna Drotti og Drottinn blessi ykkur. Og nú ætlar hann að sýna okkur myndina. Torfi. Og þetta eru Máur Hinrik sem var hjá okkur, hann setti saman
þetta er svona svipmyndir, sjá hvernig vinnubröðin eru og lífið þar núti. Já, ég elsku vinir, ég vona að þið hafið séð ykkur nær með þetta og við erum bara tveir hvítir deplar í svörtu mannhafi og þetta eru systkin okkar, samstarfsfólk, við erum 60 manns sem eru á skólanum sem að stjórna og annað eins í trúboðinu. Þannig að við erum tím, fjölskylda sem stendur saman og Guð er að gera stóra hluti. Nú er ég búinn að fá lánaðan gítar hérna, formlega, og nú ætlum við bara að skreppa til Afríku. Af því að það er ekki bönd á þessu, þá er ég að vera hérna bundin fyrir aftan. Kitty hefur nú verið að syngja og spila lag eða lög, ég veit ekki, sem ég hef samið. En þetta er Afríkulag og það er sungið af svo mikilli gleði á samkomum þegar við erum að ferðast og stundum erum við ekki svo mörg, við erum kannski 50 manns, en stundum erum við hátt í 2000 manns. Þannig að þegar við erum mörg saman og syngjum þetta, þá bara er hægt að það ekki fari. Þið hlustið fyrst, en svo syngið með mér. Alveg sama hvaða tungumál þið talið. Baracuena, 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 Baracuena. Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús. Halleluja, 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 Halleluja. Ef við myndum standa upp og syngja með og Kitty minn ítt á takkana. Baracuena, 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 Baracuena. Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús, Barca Jesús. Halleluja, 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 Halleluja. Þegar vorum að byrja starf í Burkina Faso, þá var það nú ekki gæfulegt á okkar hálfu því að það eru töluð 74 tungumál þarna á svæðinu í Burkina Faso. Og official language eða ríkismálið er franska og bara pínulítill hluti af landsbúum tala frönsku. Okkar fólk talar djúla. Svo hvernig í ósköpunum á maður að fara og þjóna til fólks sem að getur ekki tala tungumál, þeirra eigin tungumál.
En við höfum túlka og þetta gekk furðu vel. En það var erfitt stundum. Við höfum vakningarsámkomu, eða crusade eins og segjum með einskunni, á svæðinu þar sem skólinn var. Það var fátækrahverfi, það voru bara kofar, fólk býr í þessum kofum, það mold á gólfum og hurðirnar eru ekki hurðir, þetta eru svona hlerar sem að fjúka ef að rok er og rigning og þegar að mikið rok er og rigning þá vill líka vegginni detta inn og stundum hafa börnin dáið af því að þau eru undir veggnum þegar að veggurinn dettur inn. En við fórum þarna og við vissum ekki hvað við vorum að fara út í, settum hljómgræjur þarna og vorum með þarna generator eða rafstöð og gátum lýst svæðið svolítið upp og tjúnaði þetta svolítið upp svo þetta heyrði svona 2-3 kílómetra eða þá lengra í burtu. Og það var ekki nokkur sála þarna aðeins þarna þegar við komum en svo byrjum við. Við vorum með lið úr kirkju sem var að biðja og stóð sér mjög vel, ungir áhugasamir krakkar. Og ég var svo ánægður með hvað tók þetta alvarlega. Nú erum við að þjóna lifandi Guði og það skiptir máli hvernig við gerum það. Og svo byrjum við að spila og syngja. Og það er ekkert með það koma svona 1000 manns. Og það er ekkert með það. Það frelsast og frelsast og frelsast. Það var annað 100 mann sem vildi gefast Jesú. Og það var þarna fólk þetta var múslima hverfi, sem var svona 90% múslima sennilega á þessu svæði og þeir stóðu upp fyrir framan alla, sagðu, ég vil fylgja Jesú. Og það þótti svolítið merkilegt að menn skyldu þora því. Ein kona af þessum öllum, mig langar til að segja smá sögu á henni. Hún gefur Jesú hjarta sitt. Jesú var kominn inn og nú var allt nýtt. Nú áttu vin sem hún gat tala við sem var almáttúgur. Og hún spjallaði við hann og svo var eitt sem lá á hjarta hennar. Maðurinn hennar hafði yfirgefið hana. Það er allt og mikið það þarna að það er svo erfitt hjá fjölskyldunum. Það er ekki matur eða lítill matur og enga vinn að fá, ætlaði sé ekki 95% atvinnuleysi í Burkina Faso, þetta er bara sjálfþurfta búskapur og ef það kemur ekki rigning þá er engin matur og þá bara deyr þetta. Þetta er eins og hjá okkur á Íslandi fyrir 200-300 árum síðan þegar móðurharðindi voru. Það er nú ekki lengra síðan við höfðum svona erfitt á Íslandi. Það er mikil breyting orðin á. Og þegar það er svona erfitt þá bara stinga kallarnir af og skilja konun eftir með börnin. Og hjá okkur, við erum með fátækrarsjóð og við erum að hjálpa þessum ekkjum því að við erum orðin svo stór fjölskylda, við erum 2-3.000 manns, þessi fjölskylda. Og við stöndum svo saman og alveg sama hvar við stöndum í trúfélugum eða þannig, en þetta týnist inn í Guðs ríkið smátt og smátt af því að við erum, tala ekki meira það. Svo þessi kona, hún segir, elsku Jesús minn, viltu senda manni minn heim? Hann var búinn að vera í burtu held ég 1 ár, 1,5 ár, nokkuð lengi. Viltu senda hann heim? Heyrðu, daginn eftir heldur að kallinn kom ekki. Og þegar hann kemur, að þá fer hún bara að hlæja og er svo svakalega glöð. Hún var ekkert endilega glöð að sjá kallinn. Hann var búinn að haga sér eins og hann átti ekki að haga sér sem eiginmaður. Hún var svo glöð yfir því að Jesús svarar bænum. Að þessi Jesús sem var búinn að kynnast, hann var almáttugur og hann svaraði. Og þarna var maðurinn kominn allt í einu eftir allan þennan tíma, daginn eftir hún bað hann að senda hann. Nú vissi hún hver hann var. Nú vissi hún hver hún gat treyst. Maðurinn var bara reiður að horfa á konu sína og hlæja því hann átti von á því að hún yrði reið. Jafnvel réðist á hann og myndi berja hann.
En þarna hló hún og var svo glöð. Svo kom hún á stund til okkar og hún var svo glöð og við spurðum hann af hverju hún væri svona glöð. Þá sagði hún okkur söguna. Og þetta var aðalatriðið, Jesús svara bænum. Jesús almáttugur. Jesús komið frá Guði til að gera nýja hluti. Hér á Íslandi hugsum við og í Evrópulöndum og Vesturheimi. Við erum svo klár, við erum svo tæknivædd, við hefum svo mikinn pening, við getum gert allt sjálf, við þurfum ekki á Guð að halda. Sálin okkar veslast upp að við erum ekki í sambandi við lifandi Guð. Við höfum farið villuvegu, við höfum farið út fyrir þann ramma sem Guð almáttugur vill hafa okkur í. Það svo margir sem vit ekki það að Guð almáttugur sendi Jesú til jarðar til þess að bjarga okkur inn í himinin, til þess að við höfum fest í þessu lífi eins og þessi kona. Og fólk að berja sín á milli til þess að reyna að fá sem mest af þessari köku sem ekkert er. Guð hefur skapað þig til að hafa samfélag við sig og hann hefur brúað þá leið í gegnum Jesú Krist og það er eina leiðin. Við reynum með skynseminni, við reynum menntun góð. Við stöndum að menntun í Burkina Faso en menntun án Guðs er ekki góð. Og það er svo gaman að sjá þegar að krakkarnir í fótbolta og þá taka þau lið. Og til hvers að taka lið? Jú, það á að vera bænastund. Nú ætlum við að tala við Drottinn. Og þeir keppast við að fá að standa upp, að þeir sittast á jörðina, standa upp að fá að tala að biðja til Jesú. Þau eru búin að snertast að þessu að eiga Jesú í hjarta sínu. Ég að vera búið með tíma. Það er svo mikil ótti sem við sjáum. Og ég veit að það er ótti hér á Íslandi. Það er margir sem að segjast ekki vera óttaslegin. En innra fyrir eru það. Ég var með rakarastofu í gamla daga og það kom maður á rakarastofuna til mín og hann var á Land Cruiser. Bíl sem kostar í dag er ekki fluttur inn aðeins og dýr. Það er ekki 20 milljónir. Hann var á nýjum slíkum og hann kemur inn á stofuna til mín með bros og vör og hilsar öllum með brosi. Þessi maður sko í blóma lífsins, ríkur og flottur. Svo fóru allir af stofinni og hann var einn eftir. Hann setti sér stólinn hjá mér. Þá sagði hann við mig, Hinrik, mér líður svo illa. Hvernig gat hann líði illa? Hann brosti til allra. Hjartað hans brann. Hann hafði ekki samfélag við lifandi Guð. Og hann sagði við mig, Hinrik, konan heldur fram hjá mér. Og ég veit ekki hvað ég á að gera. Hvað gagnaði bíllinn þá? Hvað gagnaði öllu peningandi þá? Ég talaði við hann um Guð, hvað skiptir máli í þessu lífi, að hafa samfélag við Guð sem getur leyst mál og við getum komið til hans sem besta vinar. Þú getur kannski farið í gegnum þetta líf án þess að hafa samfélag við lifandi Guð. En þú getur alls ekki dáið, þannig. Því þú glatar sáluðinni. Þú verður að eigna samfélag við lifandi Guð og það er bara ein leið. Það er í gegnum Jesú. Ég man eftir því þegar ég var að fara út á Akur, þennan Akur sem þið sáuð á myndinni. Ég var að fara út á Akurinn og þeir voru með mér
í foreldrafélaginu og sá sem formaður, hann rekur mosku og þar prestur. Og þegar við vorum að fara veginn, sem náttúrulega engi vegur, heldur stígur svona, hoppandi stígur þegar maður fer á hratt, að þá sáum 30 manns sem voru þarna. Og þeir voru undir tré og voru að slátra hænum. Og ég segi við þá, hvað eru mennirnir að gera þarna? Slátra saklausum hænum? Og þeir hlæja mér og segja, heyrðu, þeir eru að fórna. Fórna, hvað segi ég? Jú, þeir vilja fá góða uppskeru og þurfa að drepa hænu til þess að hafa góða uppskeru. Nei, þeir eru að friða andana. Þeir eru svo hræddir við andana sko og þeir þurfa að friða andana og leiðin til þess að friða andana er að slátra hænum. Ég hafði lengi langaði til að tala við stórfjölskyldunum mínu Jesú. En þessi stórfjölskylda mín, hún trúði á Guð. En þegar það var greint í sundur, að þá var það ekkert endilega Guð. Þeir trúðu á allt mögulegt. Þeir vissu ekkert Jesú. Vissu ekkert það að Guð hefði sendt Jesú til jarðarinnar til að deyja fyrir syndur okkar. Svo nú kom tækifæri hjá mér. Ég kallaði allan hópinn saman og við vorum eins og þið sáuð á myndinni, í samkomuhúsinu eða mötuneytinu og þar vorum við komin þá 1000 manns. Og þarna talaði ég Guð sem fórnaði syni sínum. Þau aldrei heyrt það. Og það mátti heyra saumnál detta. Allir þessi krakkar, þeir hreyfðu sig ekki, þeir með opið munnin að hlusta. Og ég sagði þeim frá því að Guð sjálfur hefði sendt son sinn til að deyja á krossi. Og nú kæmumst við til himinsins vegna þess sem Guð gerði fyrir okkur. Og þeir þyrfti ekki að fórna lengur, þeir hefðu samband við lifandi Guð, gætu haft samband við lifandi Guð í gegnum þennan Jesús sem hefði dáið fyrir þá, því hann væri lifandi í dag. Frá þessum tíma fór stórfjölskyldan að koma meira á samkomu og gefast Jesú, því þeir vildu kynnast meira þessum Jesús sem var svona voldugur. Biblían segir frá manni sem var blindur. Hann var kallað Bartimeus. Og það sem hann var blindur þá sá hann ekki, en heyrði vel. Og það sem hann við veginn, þá heyrir hann margir fara þennan veg. Og hann spyr hvað að gerast, af hverju svona margir á ferðinni. Menn segja við hann, það Jesú, hann hefði heyrt Jesú. Þessi Jesú hefði læknað, hann hefði gert kraftaverk og þessi Jesús var frá himninum. Og hann fór að hrópa og segi, Jesús, miskunn þú mér. Hann hrópaði svona upp. Og fólk fór að sussa á hann. Vertu nú kurteismaður, vertu nú ekki að trufla fólki hérna. En hann hrópaði því Herra og Jesús heyrði í honum. Og Jesús sagði við lærisveina sína, komiði með hann til mín. Og þeir komu með hann til Jesú. Og Jesús sagði við hann, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Mér finnst þessi spurning svo mikilvæg. Ef ég myndi spyrja sjálf mig, hvað vill ég að Jesús geri fyrir mig? Hvað vilt þú að Jesús geri fyrir þig? Allir vissu það þarna hvað Bartimeus vildi. Því hann var blindur. Hann vildi fá sjónin aftur. Og hann segir við Jesú að ég fái sjónin aftur. Og Jesús sagði við hann, verði þér að trú þinni.
Stundum getum við verið blind. Ekki líkamlega, heldur andlega. Við þurfum að biðja Guð að gefa okkur sýn til við sjáum það hvað Guð almáttur hefur gert, hvað hann vill í okkar lífi. Hann þráir að lifa í gegnum þig. Að þú verður hendið hans á munnur, svo hann getur notað þig. Við sjáum svo margt gerast í Afríku, þar sem Jesús sjálfur að ganga að gera hlutina. Við erum bara að gleðjast. Við njótum þess að sjá hvað Jesús að gera. Hann vill nota þig. Og þegar Jesús spyr þig á þessari stundu, hvað vilt það ég gera fyrir þig? Hvert svarið? Besta svarið það að þú viljir lifa fyrir hann. Það svo margir á Íslandi sem í myrkri, sem líður illa. Það margir Íslendingar sem gráta að þið eru friðlausir, hafa ekki samband við Guð. Útlendingar sem eru koma hérna, þeir óttast slegnir. Hvað verður mig? Hvað á ég að gera? Hvað með ættingjana mína? Heima, þar sem ég kem frá. Ég var á biblíuskóla í Englandi og við komum frá yfir 20 löndum og einu sinni kom bréf frá Eþíópíu. Þá var ríkisstjórnin þar að setja í fangelsi alla þá sem trúðu Jesú. Og þeirra vinir, pastorinn þeirra og þeir sem voru í kirkjunu, þeir var skellt í fangelsi. Og þeir voru svo miður sín yfir þessu og sögðu við mig, Hinrik og þið, biðjið fyrir fólkinu okkar, biðjið að eitthvað gerist, biðjið að Guð komi og bjargi fólkinu okkar. Því þeir voru vissir það að næsta skref var að drepa þá. Stundum við erum í þessar stöðu, við vonlausu stöðu, mannlega séð, en svo kemur Guð inn og gjörbreytir öllu. Þannig að samfélag við Guð skiptir svo miklu máli, vinir. Þar sem okkar viska þrýtur, þar kemur Drottinn. Svo kom annað bréf. Og það var svo gaman að því þegar við fengu þetta bréf, að þeir dönsuðu af gleði. Jú, hvað hefði gerst? Þegar þeir voru settir í fangelsi, þá fóru þessir vinir þeirra að tala Jesú. Allt í einu var komin von í fangelsið og fólki vildi heyra meir Jesú. Og það var vakning í fangelsinu. Fangarnir voru farnir að frelsast og lofa Drottinn. Og þegar fangaverðir sáu það, hvað að gerast, þá fóru þeir að hlusta og þeir frelsuðust líka. Og fréttin kom til höfuðborgarinnar að það var eitthvað ægilegt að gerast í fangelsinu. Svo þeir sendu þjóna frá ríkisstjórnin að vita hvað var að gerast. Og þeir eru komið í fangelsið, þá sáu þau að fangelsið var ekki lengur fangelsi, það var orðið kirkja. Fólk var bara lofandi Guð í kirkjunni, nei í fangelsinu. Kannski finnst þú verið í fangelsi. Guð hvar sem ef þú vilt taka við honum. Og hann breytir þínum kringumstæðum því að hann almáttugur. Og vitið hvað gerðist þarna í fangelsinu? Ríkisstjórnin rak þá út úr fangelsinu. Það var ekki hægt að hafa á fangelsinu. Guð breytir kringumstæðum því að hann almáttugur. Í Jesú nafni. Amen.